En 80 milljarðar af þessari fjárhæð, stærstu hluti hennar skattlagning á slitabú. Fjármálafyrirtæki í slitameðferð að borga fyrir stærstan hluta þessar upphæðar. Núna eitt þessara slitabúa telur að þessi skattlagning standist ekki stjórnarskrána. Hvað ætlið þið Sigmundur Davíð að gera ef að Hæstiréttur dæmir þessa heimild óskuldbindandi? Já, það rétt sem þú segir að við lokum fjárlagagatinu meðal annars með nýjum og breikkuðum skattstofnum eins og bankaskattinum og afnámi undanþága. Og það nú stærstur hluti upphæðarinnar þessi undanþága sem felld úr gildi. Já, ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá veit ég ekki nákvæmlega í hvaða krónur fara úr ríkiskassanum vegna þess að þetta fer allt í sameiginlegan sjóð og við getum ekki beint talað þannig. En það rétt sem þú segir að við höfum tryggt, sem við sagt, hallalausan ríkisrekstur á sama tíma og förum þessa aðgerð með skattaaðgerðum. Þannig að því leytinu til þá skilja þetta upplegg. En hvað ætlar að gera ef að dómstólar dæma þessa skattlagningar heimildingar óskuldbindandi? Slitabú Kaupþings búið að færa rök fyrir því að þessi skattlagningar heimild sé bæði brot á jafnræðisreglu og eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Hvað ætlar að gera ef að dómstólar dæma þessa skattlagningar heimild óskuldbindandi? Þá þið með risastórt gat í fjármögnun á þessari leiðréttingu. Hvaðan eiga þeir peningar að koma? Sko, ekki aðalatriðið það að aðalatriðið þetta. Við höfum farið mjög vandlega yfir það hvernig lagaleg staða bankaskattsins og eins líka það hvernig það teygir sig yfir á slitabúin. Við teljum einfaldlega að þetta standist skoðun og við vísum meðal annars í því sambandi til þess að dómstólar hafa ítrekað skilið eftir mjög rúmt vald fyrir stjórnvöld til þess að ákveða hvaða skattar eru lagðir hér á og ákveða skattstofna. Þannig að þið vitið ekki almennilega hvað þið gerið ef að dómstólar dæma óskuldbindandi. Einfalda svarið við því að það ekkert annað að gera heldur en að endurgreiða skattinn og það mun ekki hafa nein áhrif á þessa aðgerð. Þannig að þá önnur tekjuöflun ríkissjóðs kemur til með að fjármagna þessa aðgerð. Það verður búið að birta upphæðina hjá hverjum einum notanda og ef að þessi skattlagningarheimild verður dæmd óskuldbindandi þá verður bara aðrar skatttekjur ríkisins notaðar til að greiða inn á þessi lán. Ertu ekki að segja það? Á þessu ári erum við með 35 milljarða í bankaskattin sérstaklega. Það stefnir í að ríkissjóður verður rekið með 40 milljarða afgangi. Þannig að jafnvel þótt allur bankaskattur sem við höfum lagt á árunum 2014 myndi ekki innheimtast uppfæri staðið, þá verðum við enga síður með hallalausan ríkisrekstur þrátt fyrir 20 milljarðar framlag sem að þegar hefur verið ákveðið. En við ætlum reyndar að gera meira en það. Þá færi Kilvan fyrir lítið. Kilvan úr kosningabaráttu Framsóknarflokksins færi væntanlega fyrir lítið ef að bankaskatturinn sjálfur væri dæmdur óskuldbindandi. Já, þar held ég þá væri það önnur almenn tekjuöflun ríkisins sem notuð. Ertu ekki að segja það? Já, þar held ég reyndar að það sé rétt að spyrja leikslokum. Við erum ekki búin að gera upp endanlega málefni slitabúanna og allt það sem að tengist frekar í skrefum í afnámi haftana. Þannig að ég held að sé algjörlega ótímabært að reyna að tæma þá umræðu hér hvað ef og hvernig staðan myndi þá líta út.